Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ástandið á Gaza. Við ætlum að taka það hér fyrir. Hjá mér Katrín Harðardóttir, þýðandi. Hún hefur fylgst vel með því sem að eiga sér stað í dag, en Ísraelar og innrásarherinn tóku að beita sér að miklum þunga eftir að hafa bætt við 60.000 manns í herlið og segjast núna ætla að taka yfir Gaza borg sem er svona stærsta svæðið þarna á Gazasvæðinu. Þarna eru 1 milljón manns sem að ýmist verða sett bara í myrt eða einhvern veginn rekin og flótta sunnar þar sem er fyrir mjög lítið pláss. Katrín, vertu velkomin. Hæ. Hæ. Sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Hér erum við aftur, enn og aftur að ræða Gaza og það stundum hugsa ég bara hvort að, ég veit ekki, það var sterkt að gefa bara út eitt innslag þar sem að maður segði ekki neitt, svona eins og Það er náttúrulega búið að þegja allt og mikið. Kannski var líka að segja, og þegja og segja. Einmitt, og það er svo fátt sem er ósagt. Já, það er eitthvað sem... Þetta verður bara verra og verra. Já, þetta verður bara verra og verra og það er ekkert ósagt í rauninni. Það eru, ég meina, nú keppist fólk við að fordæma þetta svo sem, en ég meina, það er svolítið svona too little, too late, eins og maður segir á ensku. Það er svona, ertu búin að fylgjast með því svona sem að er þessu helsta sem hefur verið fjallað í fréttum í dag? Sko, það sem ég veit er aðalega svona lýsingar, ekki yfirlýsingar, heldur lýsingar á ástandinu frá fyrstu hendi, frá fólkin úti. Þetta, þú veist, uppfæri maður öðru hvoru ykkur að vafra og skoða þessar fréttir, en það er bara svo lítið að frétta, af því að það er alltaf sama, þú veist, það er alltaf beðið eftir hvað Ísraels stjórn segir og hvað þau segja hitt og þetta, og svona til að halda geðheilsinu, þá sleppir maður bara helstu fréttamílunum og hefur bara samband við fólki úti. Og þú ert auðvitað mikið í sambandi við fólkið á Gaza. En það er, þú veist, maður til að passa sig líka á því, þú veist, að það er ekki hægt að vera stöðugt og þau vita það alveg, sko, og skilja það, og svo líka er alltaf, þú veist, þegar mestu sprengingarnar standa yfir, þá er internetsambandið stopult, en það sem að núna er náttúrulega það byrjaði með fullum krafti í morgun og maður fær svona, þú veist, upptökur af sprengingum og en svo líka bara það er eiginlega samt ótrúlegt hvað þau eru. Ég er í mestalagi sambandi við svona nokkuð stöðugur sambandi við kannski svona 5 til 10 manns og svo eru fleiri þannig líka sem eru öðru hvoru að poppa inn og maður svona og tjekkar öðru hvoru býtu, og það er búið gaman að heyra frá þeim aftur, bara vitandi að þú veist að þá að þau séu lífi. Já. Þetta er svo undarlegur heimur að búa í. Þetta er alveg, þetta er bara, þú veist, við erum búin að vera að lesa með einhverja dystopíur og sci-fi eitthvað, þú veist, og svo er bara, við lifum í því. Þetta er svo skrítið og svo er maður bara eitthvað að reyna að sækja barnið á leikskólan og það er bara fara heima elda kvöldmatinn og samt einhvern veginn á meðan að maður er í sambandi við fólk sem er í raunverulegri hungursneið og þetta er einhvern veginn, sko, mín kenning er allavega svo að þetta sé mér ráðum gert, þetta sé svona gert til þess að deyfa okkur öll einhvern veginn. Já, absolutt, sko. Að við fáum að fylgjast með þessu svona náið. Það er hluti af þessu, þetta er svona sálfræði hernaður ykkur. Ég er bara eiginlega alveg samfærð það að svo sé, sko. Það eru, eins og sagði, þá eru þetta, það er alltaf þessir þjóðarleiðtogar hingað og þangað sem að svona keppast að lýsa yfir, svona andúð á barnamorðum svona, eða áhyggjum af ástandinu eða eitthvað svona. Þetta gerir þetta ekki nokkuð skapaðan hlut
heilbrigðisráðuneytið á Gaza, það sendi Sameinuðu þjóðunum hjálparbeiðni sérstaklega í dag, en Ísrael hafði gert á kröfu að helsta svona sjúkrahúsið á öllu Gazasvæðinu, þar sem að þjónustar allt svæðið í rauninni með alvarlegustu tilfellunum, það er inn í Gazaborg og Ísrael vildu sem sagt að þetta spítali sem að þjónar þau eru ekki lengur 2 milljónir, þau eru 1,5 en þjónar 1,5 milljón manna sem eru í sárri hungursneyð og bara limlest og ég hugsa bara Landspítalann okkar sko. Það er ekki hægt að færa neitt svona og sérstaklega ekki með svona mikið veikt fólk og mörg börn sem eru í misjöfnu ásigkomulagi. Spítalann var beðin að færa sig burtu úr miðri Gazaborg, en heilbrigðisráðuneytið á Gaza á Gazasvæðinu, þau sendu frá sér þessa yfirlýsingu þar sem að þau harðneita að verða við þessum kröfum Ísrael og kalla í leiðinni eftir því að Sameinuðu þjóðirnar geri eitthvað. Bara, og það á að vera hægt sko. Það er hægt að virkja einhverja grein, 7. grein, þú veist, og það er með ef það að þið tilskildu að þú veist, ákveðin fjöldi ríkja, ég er ekki alveg með þetta á hreinu, en það er ákveðin fjöldi ríkja sem leggur inn beiðni eða þú veist, fordæmir opinberlega, þá má virkja þessa 7. grein eða hvað, þú veist, og það er hægt og sama hvort að Bandaríkin beiti vídeó neitunarvaldi einmitt. Já, þannig að þú veist, og það er einhvern veginn þegar maður sér, sko, þú veist, við vitum hvað, ég meina þegar Ísrael sprengdi fyrsta spítalann, þá hugsaði með sér, ok, við komumst ekki neðar heldur en þetta. Núna stöndum við frammi fyrir því að bara allra síðasta sjúkrastofnunin, svona eiginlega sjúkrastofnunin á Gazasvæðinu, hún verði fjarlægð með hervaldi og sprengjum. Það er bara það sem við höfum séð með allar einar. Og ég veit ekki, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, ég veit ekki, mér er orðavant heila. Þú veist, þetta er svona, maður er búin að sitja þetta svo oft og maður er búin að velta svo oft fyrir sér og maður er búin að velta svo oft fyrir sér bara, þú veist, er þetta bara tapað? Er þetta bara að fara að gerast? Er enginn að fara að hjálpa þeim? Þú veist, það er svona vonleysis. Ok, í stærra samhenginu, svona pólitískt séð, þá er Ísrael búið að vera. Þú veist, það er bara, þetta ríki skildi kalla, á enga framtíð fyrir sér. Það er bara algjörlega búið að fyrirgera rétti sínum til þess að vera til. Það er bara, þú veist, það er bara þannig. Og þá og líka, þú veist, að það skildi vera enn vera að tala tveggja ríkja lausn. Það er eiginlega bara, það lýsir svo miklu vanþekkingu. Ég meina, það er tveggja ríkja lausn sem skilaði okkur á þennan stað, sko, og það er svo dónalegt að segja bara við ætlum að ríghalda í þetta ástand sem að þú veist, og svo harðnar þú veist, hefur harðnar sókn landtöku manna á Vesturbakkanum og það er bara í beinu framhaldi af þessum yfirlýsingum, innihaldslýsum, yfirlýsingum þessara, hvað er nokkura Evrópuþjóða sem að leiðtoga sem að, og það er einhvern veginn svona, virðist vera bara, samt eða þeir sóttu bara þeir ætla bara að gera eitthvað gatasigti þarna og sem þetta er náttúrulega, Vesturbakkin gatasigti, þannig að það er bara næst, þeir ætla bara að halda áfram og það var ljóst fyrir ári síðan. Það var bara og þeirra planið Greater Ísrael eins og það er kallað. Ég nefnilega einhvern tímann fyrir 2 árum þegar þetta byrjaði, byrjaði fyrir 80 árum en þarna í upphafi þessara árása þá sem sagt man ég eftir að hafa lesið bara eitthvað Greater Ísrael, hvað kjafta er þetta eitthvað samsæri, en svo núna er bara verið að tala það fyrir opnum tjöldum bara, þeir eru ekkert að fela þetta og þessir ráðherrar ekkert mál. Ég mislega sem gerist hér í útsendingu. Ég skal bara slaka á þessu.
Ég var að bíða þér gá hvort að Reha myndi svara aftur. Já. Þetta líka bara eins og úr einhverju skáldsögu, sko. Þetta eða hvað, ég veit það ekki. Nei, manni þetta allt búið að vera eitthvað svo óraunverulegt. Þetta alltaf eins og hérna svona skáldsögu og ég held sko að þú veist að maður farin að svona, ég kann ekki íslensku orðið yfir að svona disassociation, þú veist, maður svona farin einhvern veginn aftengjast einhvern veginn, þú veist, bara öllu. Og þú veist, ég með einhvern veginn allt bara, þú veist, maður svona, þú veist, velta fyrir sig bara einhvern veginn, þú veist, veröldurinn sem við búum í, þú veist, hvað skiptir máli? Einmitt, já, akkurat. Skiptir eitthvað máli? Já, ég er rígheld í að bara, jú, ok, fjölskyldan, maður bara svona hverjum degi bara vakna, ég vakna og segi bara, já, ætlaði þau séu lifandi. Og þú veist, hvernig voru, þú veist, hver dó í nótt? Og svo bara, já, mitt fólk lifandi og bara, já, ok og svo, þú veist, ég er ekki trúið manneska þú veist, allst uppið þú veist, að lífið væri þú veist, eins og kertir sem sloknaði en nú er ég byrjað að biðja ég hef aldrei gert það áður þetta bara eitthvað svona, þú veist og það því að þau biðja mig að biðja fyrir sér þetta nefnilega, þetta svolítið magnað því að þetta sko í fyrsta sinn sem að ég hef skilið trúarbrögð akkurat og að því að ég sko, og fána, það er eitthvað sem það rann upp fyrir mig ljós fyrir jól þannig að 23 þá bara já einmitt þannig á Austurvelli bara, og þessi ég bara allt í henni fattaði hvað fánin er ég hef aldrei skilið þessi, farið til Danmörku og við erum svolítið svona creepy að sjá hann danska fána út allt hvað þá, þú veist þannig bandaríska einmitt rosa fegin þegar ég flutti úr teigunum yfir í túnin þá sé ég ekki hérna flakt alltaf á húnni hjá sendiráðinu. Akkurat. En núlega skil ég þetta. Já. Og bara vildi svolítið að við hefum hérna ég vildi við hefum verið hana með bláa fánan með fisknum á eða hvað er það? Já. Harfisknum. Já. Blár fánan með harfisk. En bara já. En þetta hefur ónefnilega mikil áhrif á fólk sama fólks. Hvort að það sé mjög mikið inn í því sem að gerast á Gaza á hverjum einsta degi og líka þeim sem eru það minna en heyra þessu gegnum fréttir því að þetta hefur áhrif á okkur öll og hérna og svona lúmst þá bara nær þetta okkur hvernig sem við horfum á hlutina eða hvernig sem við náum í okkur upplýsingar og líka þessi sálfræði hernaður sem bara nær til okkar allra örglega því að þú veist, ég var í partí helgina og auðvitað barst talið að þessu og þá bara þú veist, bara læknir á mínum aldri bara eitthvað, ég get ekki talað um þetta er svo erfitt, þú veist, ég veit samt alveg að þú veist, ég meina þetta er svo skrítið að fólk bara þú veist, ok, fólk sem hefur það gott og hefur bara lifað sínu lífi þetta, við höfum öll mikið að gera en einhvern veginn, já, þetta hefur þú veist, já, bein og dulin áhrif bara hvað sem að, þú veist, þótt að reyna að útiloka þetta og þetta, þú veist, og hver er, eins og þú sagðir áðan með hérna þetta sé mér áðan gert, þetta sé svona fyrir opnum tjöldum og líka eða bara að þetta sé hana í beinu það hefur, ég meina allir heimurinn ég meina það þú veist, sástu mótmælinn í Kína það er bara, geðveikt það var rosalegt, það bara maður náttúrulega aldrei sé svona fjölda en það var bara og ég meina fyrir 1,5 ári þú veist, maður svona hugsa, er þetta út fyrir okkar landsluta, veit fólk af þessu þetta er bara allir heimurinn núna og þetta hefur breytt heiminum. Þetta hefur breytt heiminum. Það er einmitt það sem að þegar maður á í samtölum við fólk á Gaza og maður, eins og ég segi, hvað segir maður við mannesku sem að stendur í miðjum gasklefa og hefur ekki borðað í 3 daga einmitt og hefur ekki þú veist og það er stundum og þá einmitt grípur maður til þess að segja þú veist, gleymdu því ekki að þú ert heimurinn með þér og þú ert mikilvæg vegna þess að þú ert að breyta
veröldina eilífu, allt þetta, að eiga allir þessum samtölum. En þetta líka, svo fyllist maður reiði sko fyrir bara mig sjálfa og þú veist, og barnið mitt og allt einhvern veginn, bara þú veist, við segjum svona eigingjörnum, bara þú veist, tilfinningum yfir því bara ég á ekkert að þurfa að standa í þessu og þau eiga þaðan af síður að þurfa að vera í þessu, bara hvar eru mín stjórnvöld og hvar eru stjórnvöld yfir höfuð, þú veist, þetta bara eins og þetta, ég held ég ætla að reyna að klára þessa pælingu með af því að líka það sem þú sagðir með að eins og að sé með ráðin gert að hafa þetta svona opið fyrir okkur öll hinn, þú veist, það náttúrulega til þess þú veist, að því að þetta rétt, kannski gæti verið rétt svo byrjunin að bara hvað, þú veist, sem á eftir að koma yfir okkur líka, þú veist, að því að við sem, þú veist, við erum peð, við erum bara pínlítið ríki sem á allt sitt undir alþjóðalögum. Eða allir heimurinn líka bara, þú veist, við eigum allt, þannig að búið að ef ykkur kemur hérna og ákveður að hérna ætla að taka yfir Ísland, þá er óbúslega lítið sem við getum gert vegna þess að við erum búin að horfa upp á það. Við erum alltaf 53. ríkið. Trump er eina ástæðan fyrir að Trump ásælist okkur ekki af því að hann er með okkur í vasanum. Að því að ná okkur. Já, Guðlegur sá til þess. Nákvæmlega. 2016 var það ekki. Já, og ég meina, og það byrjaði bara hérna í heimstyrjöldinni þegar hérna marsýrðinga. Það var svona loka hnykkurinn eða ekki sem hann sett á. En allavega, hérna, þetta með að, þetta bara svona, það eins og að sé verið að sýna okkur, öllum hinum, bara þetta kemur fyrir ykkur, þetta mun gerast ef þið, látið ekki stór fyrirtæki. Þetta náttúrulega snýst fyrst og fremst peninga. Veist, og þau eru bara leiksoppar einhverja þú veist, stór fyrirtækir. Þetta bara, hvað heitir það? Ég man ekki eins og hvað þetta heitir allt, þú veist. En meðal annars Microsoft og Google og eitthvað sem kemur upp hjá Albanesi. Sem alltaf bara stórkostleg, þú veist, ef ekki allur heimur viti hver, þú veist, það verður að vita hver hún er. Og minn okkur ekki rúfbúin að tala hana og vitna í hana. Hefur þið séð það hjá þeim? Ég veit ekki, ég er svona Ég hef tekið eftir svona rólegri hægfara breytingu á fréttaflutningi RÚV sem að hefur verið að gera betur, ekki það að það eru blaðmenn á RÚV, það er fréttafólk á RÚV sem að hefur staðið sig mjög vel og bara flutt fréttir af Gaza svolítið umbúðalaust og bara með beinum hætti, hinir hafa kannski einhvern veginn falið sig á bakvið hið meinta hlutleysi fjölmiðla sem að ég meina það er ekki hægt að vera að vísa í hlutleysi, það er ekki hægt að vera hlutleysi í þjóðamorði. Ég held að vera búið að afgræða það á 2000-öldinni. Já, ég meina þú veist, það er bara, hér ertu með mannesku og hér ertu með vopn og hérna, þú veist steina og þú veist, já, ég meina, og þú horfir á það og segir, herðu, ég ætla ekki að gera neitt, ég ætla bara, ég ætla að fylgjast með þessu frá báðum hliðum. Þetta er eitthvað svona, já, allavega. Það eru hérna, að því vorum að tala svona yfirlýsingar, það var ein yfirlýsing sem að ég gladdi mig í dag. Það var yfirlýsing frá Körfuknattleikssambandi Íslands, KKÍ, sem að sendi alþjóða sambandi hvað heitir þetta, Körfuknattleikssambandi tónin. KKÍ. Já, KKÍ sendi alþjóða svona einhverju regnhlífarsamtökum. FIBA eða ekki? Já. Akkurat, þú ert betur að það ekki þess heldur en ég. Hérna, sendaðum tónin. Ég var að lesa fréttina. Ég las hann fyrir í dag og bara eitthvað, já, ok. Og svo var ég bara, út af hvað get ég agnúast? Þú veist, hvað er þetta? Ok, ég búin að fatta hvað ég get verið pirruð yfir. Ég er alltaf pirruð yfir allir. Ég finn alltaf eitthvað til að vera pirruð yfir. Og það auðvitað snýst þetta bara peninga. Það er alltaf peningar. KKÍ hefur ekki efni á þessu að segja nei. Sem er bara ömurlegt. Og þá ætti bara ríkisstjórnin að standa á sínu náttúrulega. Þetta kemur alltaf niður á þeim. En hvað, hérna, þú ert bara mannaduglegust, held ég, að mæta í mótmæli og viðbrigði og ég mæti ekki alltaf, eða því ekki. Já, bara þegar þú getur, ég meina. Þú hefur staðið pliktina fyrir ansi marga þar svona í mótmælunum. Það eru mótmæli á morgun. Já, alveg rétt. Já.
það er gott að byrja daginn þannig. Það er mjög gott að, ég er mjög hressandi, sko. Ég mæli með því. Og þau eru, manstu klukkan hvað þau eru? Það er ekki 8:45. 8:45 fyrir fram á stjórnarráðið. Nei, það er ekki ráðherrabústaðurinn. Fyrir framan ráðherrabústaðinn. Ég ætla að gá. Já. Ég ætla að vera viss þetta. Þetta er mjög kærlust spjallina hjá okkur. Æ, það ekki alltaf í lagi öðru hvoru. Ég ætla rétt að vona það. Það má. Af því að, sko, í svona líka, það er eitt sem ég hef lært. Ég er svona, yfirleitt er ég frekar svona smámunasöm og bara, náttúrulega þýðandi. Já. Og ríkisstjórna, jú. Ertu komið með það? Japs. Ok, byrjum upp á nýtt. Ríkisstjórna fund, en það fyrir eftir hvar hann er, sko. Það stendur, já, hann verður á Hverfisgötunni. Ok, það er gaman að vera þar. Ok, þá bara svona byrjum við aftur. Númer 4, við Arnarhól. Það bara, fyllum Arnarhól, gerum það. Þú veist, ég er náttúrulega, ég held í vonin alltaf. Þannig að ég sé alltaf fyrir mér að sé bara, eins og ég var reyndar hann líka á Arnarhóli 24. október, var það ekki kvennafrídagurinn? Já. Og þá var náttúrulega geggjað að standa með öllum íslensku konunum af því að ég fór í bakari rétt fyrir hund og þar var nú reyndar ekki íslensk kona. Nei, það var önnur saga. En já, ok, já. Mótmæli. Fyllum Arnarhól, fyllum hann. Já, bara fyllum Arnarhól í fyrramálið klukkan 8:40. Ég lært af þessu og það er bara taka ég tek Nike slagorðið mjög að hjarta mér og bara let's do it. Þú veist, bara gerum þetta. Þú veist, og það er eitt svona síðustu 2 ár sem hafa kennt mér í þessu. Þú veist, ef það er eitthvað sem stendur hjartamanni næst, þá, þú veist, skipt ekki máli hvort það sé stafsendingavilla eða staðrendavillur er náttúrulega frekar slæmar. Það er maður bara að leira þetta. Já, eins og maður bara að gera líka bara. Maður gerir það, maður tjekka bara. Þannig að, já, en þú veist, og það er nóg að þessum millum núna og hafa komið. En þetta er ástandið á Gaza, það er skelfilegt. Við ætlum að fá að heyra frá fólkinu á Gaza. Við fáum myndbönd frá konum, kennara og hver var hér? Má ég segja svolítið deili á Reham er barnaskólakennari og hefur síðasta haust þá söfnum við nokkur fyrir tjaldihandinni til að hún geti haldi áfram að kenna og hún hefur gert það og staðið sína plikt og hún svo er hún með magasár og fær ekki, náttúrulega er ekkert í boði hennar og sér líka fyrir öldruðum foreldrum og systrum og börnunum þeirra og það er bara, við erum að tala um 17 manns en hún fer samt á hverjum degi að kenna börnunum og labbar 10 kilometra til þess og veist, þetta er bara svona aðstæður sem það er alltaf brjálaður hiti það núna er yfir 40 stig og það lækkar ekkert á nætunar það er bara, þú veist, stendur allt í stað og það er bara svakalugur raki og fólk er bara þetta er bara þú veist, við getum náttúrulega ekki sett okkur í þessar við erum ekki með hugarflug í þetta veist, við erum svo ofalinn og höfum að þú veist það verður allt svo smávægilegt þú veist, þegar maður er þú veist. Já, þegar maður setur það í sammengi við þetta fólk en já, það er Reham sem að já, Reham og svo fekk ég líka einhverja myndskot eða hvað þetta kallar klippur frá mann sem heitir Sharaf og svo reyndar líka það er talið þá ég náðu ekki sambandi og það er þá Sharaf og Reham sem að ætla að sýna okkur bara nákvæmlega hvað og hvernig ástandið er á Gazasvæðinu þar á eftir ætlum við svo að fá að tala við hann Hlyn Má Ragnarsson sem er nemi og sjálfboðaliði hvernig einstaklingur á Íslandi, venjulegt fólk, þú og ég, hvernig við getum hjálpað fólkinu á Gaza með mjög einföldum hætti. Og þannig að það eru myndbönd af Gaza og svo Hlynur Már og ég þakka þér Katrín Harðardóttir kærlega fyrir að koma og fara í gegnum fréttir dagsins með mér og
já, tók ég við hér eftir Reham. بكون بلعب بالشارع وانا مبسوطه ولا ماما تقول لي وين رايح ولا وين جاي ولا تعال يا عبود ولا Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.